Herra Gústi, mæti hérna í kórinn, klárið þetta, bara klárið verkefni vel. Hvernig fannst það leikurinn? Já, þetta var náttúrulega bara hörkuleikur, bara járn í járn allan tíman. HK spilaði bara virkilega vel þetta einvígi og voru bara mjög erfiðir. En mér fannst svona líða á aðeins svona meira kannski á tanknum hjá okkur og við náðum kannski að rúlla á aðeins fleiri mönnum og varnarleikur er sérstaklega góður og Björki sömuleiðis. Ég er bara mjög ánægður með hann á að loka þessi tveimur leikjum. Fyrir hálfleikurinn, stál í stál, hverju breyttuð þið fyrir seinni hálfleikinn? Voru góðir í seinni hálfleikinn? Já, ég svona breyttum við slúttum kannski aðeins betur. Við vorum sérstaklega í fyrri hálfleikum, við vorum að skapa okkur fullt af færum, samt með eitthvað 7-8 skotklikk. Við slúttum betur í seinni og svo bara heldum við bara í plani allan tíman og gerðum þetta bara vel. Við vorum þolinmóðir, þeir spila langa sóknir og við gerðum þetta bara vel og ég bara mjög sáttur með að vera komin áfram. Það var eitthvað rætt dómgæsluna þarna í fyrsta leiknum, bara faglegt að mæta og bara klára verkefni vel. Já, ég meina dómgæslan fyrir leiknum eftir að skoða hann, það var auðvelt að horfa á þetta bara með einhverjum hákáðum, það er bara fullt af atriðum í þeim leik og eins og bara gengur að gerist. Dómgæslan í kvöld var bara toppklassi og bara góður handbolti og bara góð auðlýsing fyrir boltan. Það var þarna rautt spjald í stöðunni 2-2, hvað skeður? Já, Var þetta ekki Andri sem fekk rauða spjaldið? Já, Andri, ég veit ekki alveg, ég held að þetta sé bara rétt, ég held ég verði bara að gefa það og þeir voru bara vissir í sinni sök og ég bara treysti því. Komnir áfram, ekki bara stefnan að fara alla leið? Nei, nú ætlum við bara að stoppa og nei, sjálfsögðu, núna bara höfum við viku til þess að undirbúa okkur og ég veit svo sem ekki hvaða lið við fáum en við þurfum að undirbúa okkur bara vel. Þetta eru sterkir andstæðingar, hvort sem séu KA eða IBF og við þurfum bara í lagi og undirbúa okkur vel, það verður hörku við.